tala eitt mikilvægt. Nemendur mínir spyrja mig oft, hvað finnst þér rafmyntir, hvað finnst þér Bitcoin? Nú, rafmyntir hafa ekkert raunvirði, flest allar, ef ekki allar. Það að segja, það búið ekki til neitt. Það hafa ekkert innra virði, það hafa ekkert intrinsic value eins og við köllum það í fjármálum og hagfræði. Og hvað þýðir það? Jú, þær framleiða ekki neitt, þær gera ekki neitt. Gull oft notast til samanburðar. Nei, gull framleiðir ekki neitt, en gull hefur nýtjar. Gull notum við í skartgripi. Gull hefur notið trausts aldir og aldir sem gjaldmiðill í sjálfu sér. Og gull notum við til dæmis einnig í ýmsa tæknibúnað. Nú, þegar kemur að fiat gjaldmiðlum, evra, dollar, króna, krónur, nú, þær allan studdar af ríkinu, þær studdar af seðlabanka, þær eru hlutdeild í landsframleiðslu þjóðar, þær eru bakkaðar upp af skatttekjum, þær eru bakkaðar upp af her, þær eru bakkaðar upp af lögum. Rafmyntir hafa ekki sama backup. Rafmyntir virði þeirra byggist aðalega á trú og mögulega að þær verða meira virði síðar meir. En á hverju byggjum við þessa trú? Við höfum enga leið til að verðmeta rafmyntir almennt. Við vitum það nú þegar að milli 60 og 70% af öllum rafmyntir sem getnar hafa út eru dánar, þær eru farnar, þær eru ekki til lengur. Nú, ég segi það við flesta, það með flest allar rafmyntir sem að framleiða ekki neitt, sem ger ekki neitt, sem að ger ekki neitt fyrir okkur, að það ekki spurning hvenar, það ekki spurning hvort þær verða verðlausar, heldur einungis hvenar. Það voru mín My 5 cent rafmyntir.